kennari. Heilagrandi, þú ert okkar kennari. Halleluja. Og þú sagðir, Jesús Kristur, þú sendir þinn heilaganda til að minna okkur á, kenna okkur og minna okkur á allt það sem að Jesús sagði við okkur. Allan leyndardómyndur, þú ert okkar kennari. Og við bara elskum þig og við þráum að ég þrá að þú fór að tala henni í dag í Jesú nafni. Ég byrjum að vitna með þínu orði þannig að bara hver sem hlustar á sem hérna í salnum eða sem á netinu í Jesú nafni fá að heyra þitt orð, fyrst og fremst þitt orð, Drottinn. Og fá að skynja þinn anda og það að þú elskar okkur eins og við erum. Amen. Yfirskrift þessa ræðu einmitt varðið hjarta þitt framar öllu öðru. Og það skýrist kannski betur seinna í ræðunni hvað ég á við, af hverju ég valdi þennan texta. En mér langar að byrja bara á Sálmi 139 sem einn af mínum upp á sálmum í Biblíunni að texta. Og ég ætla bara að lesa hann svona megnið af honum. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig, hvort sem ég styð eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegum mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú, Drottinn, þekki það í til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst. Hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo ég fái skilið. Of háleit, ég henni eigi vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp á himininn, sjá, þá ert þú þar. Og þótt ég gerði undirheima að hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vangi morgunróðans og settist við hið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt. Þá myndi þó myrkrið eigi verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér því að þú hefur myndan íru mín ofur mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það, ég er undursamlega skapaður. Undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Amen. Ég ætla ekki að fara lengra í þessum sálmum, við getum bara að lesa hann, þetta er dásamlegur sálmur. Og mér langar að aðeins að snerta á sem segir aðalega í kringu þetta, vers 11, þegar hann segir myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt. Þá myndi þó myrkrið ekki verið þér of myrkt. Og einmitt þetta 7. versið, ég stikla svona fram og tilbaka, afsakið. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Ég spurði mig þegar ég las þetta, af hverju ætti hann að vilja fara frá augliti Guðs? Af hverju ætti við að vilja það? Af hverju ætti við að segja, myrkrið hylji mig? En ég var að spyrja nokkra 2 guðfræðinga í gær, hvenær skrifaði Davíð þennan sálm eða skrifaði hann yfir höfuð, sko. Megnið af sálmunum, Davíðs sálmum eru eftir hann. En það er eins og, það er ekki alveg vitað hvort að hann persónulega skrifaði þetta, sko. En það breytir kannski ekki öllu máli, en einhver skrifaði þetta sem að vissi það að, að Guð þekkti okkur það vel í gegn að við getum ekkert flúið fyrir honum, en sem vilja flýja og sem vilja líka meina guðfræðingar að þetta hafi verið skrifað út frá Adam í aldingarunum Eden. Vegna þess að hvað gerði Adam í 1. Mósebók 3:9, mátt skrifa það, þegar maður koma upp á veggi, eins og ég sé komið. 1. Mósebók 3. kafla 9. vers. Þeir voru búin að falla, eins og við vitum, Adam og Eva voru búin að falla og Guð, hann kallaði á manninn og segir við hann, hvar ertu? Ég persónulega trúi því að Guð vissi alveg hvar hann var. Guð, ég veit því sem út frá þessum sálmi, Guð vissi hvar hann var, en hann sagði, hvar ertu? Það var komin fjarlægð þarna á milli, hann var búin að brjóta, þau voru búin að brjóta gegn boðorðum Guðs.
Og Adam segir við hann, nei, Guð segir hérna, þetta Adam, hann segir, ég heyrði til þín í aldingarðinum og varð hræddur, því að ég nakinn og ég faldi mig. Ég ætla ekki að fara inn í eina guðfræðilega kenningu um þetta, af hverju, þú veist, ég spurði mig af hverju upplifði hann það að hann verið nakinn, sko, en þarna var komin synd, þarna var komin skarð á milli Guðs og mannsins, sem sagt Adam og Evu, og ég trúi því persónulega að þarna réttlæti sem þau voru hulin í, það var horfið, þau voru ekki lengur réttlátt fram fyrir Guði og þau upplifðu skömm og þau vildu fela sig fyrir Guði. Og þetta nákvæmlega, og síðan í gegnum alla biblíuna, og þarna var komið syndafallið inn, og síðan var þessi sálmur skrifaður löngu seinna, þú veist, hvert get ég farið, hvert get ég flúið frá öld þínu, hvert get ég farið frá anda þínum og hvert get ég flúið frá öld þínu. En málið það, eins og segir þessum sálmi 139, Guð þekkir okkur svo út í gegn. En sannleikurinn sá að þó að Guð þekki okkur út í gegn, þá elskar hann okkur samt. Og það svo fallegt, þú veist, og við erum alltaf að fela eitthvað, þú veist, já, mannveran bara þannig og maður kan skoða, hvað það í hjarta okkur og það sem mikilvægt að við varðveitum hjarta okkar og við erum hreinskilin og heiðarleg og það eina sem að Guð þráir í okkar lífi, að því að hann veit að við erum breysk, hann veit að við erum syndug, eða þannig, en við erum undir blóð Jesú Krist núna, þeir sem hafa meðtekið hann sem frelsara. Þannig að, mér langar svolítið að við skoðum líf manns, ungs manns, þegar ég kem inn í söguna í hans lífi, sem hét Davíð, skoða hans líf og það er ekki að setja versið alveg strax uppgjafin, en þetta var Davíð, hann var fæddur eins og Jesús í Betlehem. Hann var sonur Ísai, hann hét Davíð Ísaísson. Hann var yngstur af 8 bræðrum. Það er ekki getið það hvort hann átti systur, ég veit ekki alveg hverju það var. En hann átti 7 bræður, hann var yngstur. Og við þekkjum lagið Davíð var lítill drengur. Og hann alltaf sýndur í einhverjum teiknimyndasögum sem eitthvað 13 ára eða eitthvað. En ég er ekki alveg á því, heldur. En nefnilega þarna, einhverjum texta þegar hann var þegar hann var smurður til konungs, þegar Samúel spámaður komið til hans og smurðan, þá talaði að hann var vel vaxinn. 12-13 ára strákur er ekki vel vaxinn, hann er rétt að stíga henni. Þannig að ég held að hann sé svona allavega að vera í kringu 20, en það er mjög ungt með við það að eins og Abraham, hann byrjaði þjónustu sína og Halldór segði 8 ræður. Þannig að hann er mjög ungur maður þegar Samúel kom og Guð sagði þú ert að smyrja hann. Og já, hvar var það eftir? Ég veit ekki hvort ég var búin að skrifa það vers, en það breytir ekki allir. Ég vil bara segja þetta með mínum eigin orðum. Guð sagði, hann var búin að hafna Sál sem var konungur á undan Davíð, hann var búin að hafna honum af því að hann var búin að óhlýðnast Guði á hvernig hlutum sem hann var staðum að gera. Og Guð hafnaði honum sem konungi og Guð sagði ég er búin að velja mér annan konung frá kyni, syni Ísæ þessa og hann býr í Betlehem. Og þegar hann kemur þangað, Samúel, þá finna það vers. Allavega hann sér þessa syni, Ísæ, hann leiðir þá fram fyrir Samúel og hann sér elsta soninn og Samúel segir já, svo sannlega á þessi að vera konungur, út af því hann var hávastinn og glæstur, hann var sterkur og þeir 3 af bræðrunum voru búin að fara í stríð fyrir Sál. En Davíð, hann var lítill, hann var ungur
og hann var að gæta sauða, hann var sauðahirðir, en hann var líka tónlistarmaður og hann var tónlistarmaður, hann gæti verið hérna hjá okkur, hann átti hörpu og það var hans yndi að vera út í haga, einhvers staðar með einhverjum kindum, ég sé hann fyrir mér, og hann bara lofa Guð, þú veist, á meðal kindana og hann var bara lofa Guð og hann elskaði Guð. Og það sá það enginn, þú veist, en hann lofaði Guð og og hann þekkti hann. Og sjá, þetta í fyrir Samúelsbók, þegar Sál velur hann sem konung, sjá. Davíð smurði konungs, þetta í 16. versi, fyrir Samúelsbók, 16. kafla, fyrir ekki. Og ég veit ekki hvort þú ert með þetta vers, jú, þú ert með það, ok, frábært. Ok, en þeir komu, synirnir sem sagt, og Samúel sá Elíab sem var elstur sonana og hugsaði, já, vissulega stendur hér frammi fyrir mér drottin hún smurði, við viljum alltaf vera svo klár, þú veist, við vitum alla hluti. En drottin sagði við Samúel, lít þú ekki á skapnað hans og háan vöxt, því að ég hef hafnað honum. Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á, mennirnir líta á útlitið, en drottin lítur á hjartað. Það var eitthvað sem Guð vissi og sá í Davíð, þetta hjartalag. Hann elskaði Guð, hann var með hreint hjarta. Ok, og svo leiðir hann semst fram að einn af öðrum, og já, þannig sem 10. vers, þannig leiddi Ísai fram 7 sonu sína fyrir Samúel. Og Samúel sagði við Ísai, engan af þessum hefur drottin kjörið. Og Samúel segir við Ísai, spámaðurinn segir við Ísai, eru þetta allir sveinarnir? Hann svaraði, enn hinn yngsti eftir og sjá að hann gætir sauða. Hann bara út í haga að passa kindurnar mínar og hann bara eitthvað, ég veit ekki, hann hélt að hann væri örugglega ekki hann, sko. Og Samúel sagði við Ísai, send eftir honum og lát sækja hann, því að við setjumst ekki til borðs fyrir að hann komin hingað. Bara, ég sé ykkur, maður leiði kannski margir klukkutímar þarna, sko, að bíða eftir matnum, ég veit ekki. En til að gera langar sögu stutta, þá smyr hann fyrir framan bræður hans til konungs. Hann smyr hann til konungs, svo kemur ákveðin atburðarás í gang. Sál orðinn hálfgeðveikur, eða stendur hann kemur illur andi frá Guði og hann bara verður sturlaður og brjálaður og það kemur ákveðin út frá þessum tímamóti þegar Davíð smurður sem konungur, sem ungur maður, þá fer ákveðin atburðarás í gang, þannig að Sál konungur fær hann inn á heimili sitt, hann spilar hörpuna fyrir að lofa drottin og illur andinn vek frá honum. Og Sál elskaði Davíð og Davíð hann óx úr grasi og þroskaðist og síðan líður tíminn og ég trúi því nokkur ár þarna og það sem gerist í Sál að hann verður öfundsjúkur út í Davíð, hann verður öfundsjúkur og hann sér að hann verður vinsæll og hann fer öfundast út í hann og hann á endanum fer að hundelta hann og vill drepa hann. Þannig að Davíð, hann vissi það innst inni að að Guð var búinn að velja hann sem konung, en ég ekki viss að hann trúði því á þeim tíma. Og hvað það oft sem að Guð talar eitthvað inn í okkar líf og við erum óþolum og við fyrir að efast það, þetta rétt. Og allavega líður tíminn og Sál, það endanum deyr Sál og við vitum það, við höfum heyrt það oft á predikunum að Davíð, hann fekk tækifæri til þess að drepa Sál. Sál var eftir honum, reyndi að drepa hann. Fyrsta skipti sem hann reyndi að drepa hann, þá var það konan hans sem heit Míkal, sem Sál var búinn að gefa dóttur sína honum. Hún bjargaði honum frá dauða og síðan var Jónatan líka sonur Sál sem bjargaði honum
og náttúrulega drottinn sá þetta allt saman. Það var náttúrulega hann sem að leysa bjarga honum frá en í gegnum þetta fólk og aldrei snerti Davíð Sál. Hann dyrðist ekki þess að ég snerti ekki. Og eins og Sibbast predikaði einu sinni mitt, þú veist, hann fekk þvílíkt tækifæri eins og í hellinum hann að drepa Sál en hann gerði það ekki og eins og ég snerti ekki hinn smurða drottinn og hann hafði þetta hjarta, hreint hjarta og virðingu fyrir drottni. En svo verður Davíð konungur og hvað gerist? Og ég ætla að snerta aðeins á 2. Samúelsbók 11. kafla. Þetta kannski lang lesning og ég ætla bara að stikla á stóru en þið getið lesið það heima. 2. Samúelsbók 11. kafli. Þegar hann hittir Batsebu eða sér Batsebu. Og svo bar til árið eftir það leyti sem að konungar eru vanar að fara í hernað að Davíð sendi Jóab sem var hershöfðinginn sinn hans af stað með menn sína og allan Ísrael. Þeir herjuðu á Amorítum og settust Rabba en Davíð satt heima í Jerúsalem. Hann satt heim í stofu, bara glápa sjónvarpi. Hann var bara að slaka á og hann var bara kærulegs. Og hann átti ekki að gera það. Hann var konungur, hann átti að vera með sínum mönnum úti í stríði. Og hvað gerist? Hann var upp á þaki og sér hana Batsebu. Og kallar hana til sín. Sendir þjóna sína að ná í Batsebu og hann sefur hjá henni. En áður hann gerir það, þá segir hann, kallar hann þjóna sína og segir hver þessi kona, hver þessi forskona kona? Og já, það Batseba, Eliamsdóttir, kona Úrija Hetita. Hann vissi sem sagt alveg að hún var gift kona, þú veist, samt. Lætur hann kalla á hana, senda hana til sín og hann bara sefur hjá henni. Og barnar hana í þokkabót og hvað gerir Davíð? Það ótrúlegt, Davíð er búinn að líða mörg ár, hann er búinn að vera konungur í mörg ár, hann er búinn að eiga sjálfur nokkra konur, margar hjónakonur, ég held að hann hafi verið búinn að eiga 20-25 börn. Þú veist, þetta alveg, halló. Og hver myndi geta þetta í dag, sko. En samt kallar hann Batsebu, hann barnar hana. Hún kemur, lætur hann vita. Og þá fer ákveðin svona atburðarás í gang sem alveg ótrúleg. Vegna þess að þetta maður sem þú veist, kallaður maður eftir Guðs hjarta. Það fyrir ákveðin atburðarás í gang Hann hugsaði með sér, já, ok, þú veist, ég er búin að klúra ykkur. Og hann lætur sendiboða kalla Úrija manninn hennar heim úr stríði. Og segir, far þú bara heim til þín og segir 8. versi, 11. kafla 8. versi, Úrija kom á hans fund, spurði Davíð, og þetta var svona chit-chat bara, hvað segir þið gott, hvað segir Jóab, hvað segir þú gott, hvernig hefur það, hvernig líður þér? Veist, hann að koma úr stríði, bara alveg úr hernaði, þú veist, og hann ætla bara að hafa eitthvað svona spjall, þú veist, bara daginn og veginn, þú veist, hvernig hefur það, hvernig líður þér, og eitthvað svona. Og svo segir hann, far þú nú heim til þín og slaka á og lauga fætur þínar. Þá gekk Úrija burt úr konungshöllinni og var gjöf frá konungi borin á eftir honum. Hann vildi gera vel við hann. Úrija lagðist til hvíldar fyrir utan, Úrija lagðist til hvíldar fyrir utan konungshallarinnar hjá öðrum þjónum herra síns en fór ekki heim. Menn sögðu Davíð frá því og mælti, Úrija ekki farin heim til sín. Þá sagði Davíð í Úrija, þú ert komin heim úr ferð, hvers vegna ferð þú ekki heim til þín? Hans plan var það, þetta var plan A. Hann vildi að hann færi heim, svæfi hjá konu sinni, þannig að uppgötaðist ekki að hann væri sekur. Og Úrija segir við Davíð,
örkin og Ísrael og Júda búa í laufskálum og herra minn Jóab, hersöðinginn, og menn herra míns hafast fyrir út á bersvæði. Og þá ætti ég að fara heim til mín til þess að eta og drekka og hvíla hjá konu minni. Svo sannarlega sem Drottinn lifir og þú lifir, það geri ég það ekki. Og þá segir Davíð við Úrija, vertu þá hér líka í dag en á morgun gef ég þér fararleyfi. Og Úrija þann dag í Jerúsalem. Daginn eftir hafði Davíð hann í boði sínu. Hann át og drakk með honum og hann gjörði hann drukkinn. Þetta plan B, vil ég minna. Þú veist, hann gerði hann drukkinn, hvað gerir fólk þegar drukkið, það veit ekki alveg hvað það gerir, það svæfir samviskuna og hann hugsaði, já, það er best að svæfa samviskuna hans. Og þá fer hann heim og hann sefur hjá Batsebu og málið er dautt. Það kemst ekki mig. En kvöldi gekk hann burt og lagðist til hvíldar hjá þjónum herra síns en fór ekki heim til sín. Morgunin eftir, þetta plan C. Morgunin eftir skrifaði Davíð Jóab bréf og sendi það með Úrija. Í bréfinu skrifaði hann, setjið Úrija fremstan í bardaga, þar sem hann er harðastur og hörfið aftur undan frá honum, svo að hann verði ofurliði borinn og fallið. Hugsið ykkur, Úrija, hann fór aftur á stríðið með bréf, sinn eigin dauðadóm. Hann fór með sinn eigin dauðadóm í vasanum. Og Jóab, hann gerði þetta, hann hlýddi, hann sett hann í fremstan í bardaga og hann dó. Og Davíð hugsaði þarna, já, Júkki ég er slappinn. Og þú veist, hann hélt bara að hann myndi ekki komast upp. Hann var konungur og hann hugsaði kannski, já, ég er konungur og það kom þarna ákveðin hroki, þú veist, ég get gert það sem ég langar til. En þetta var morð af yfirlögðu ráði. Og hugsa ykkur, sko, hvað myndi hann fá mörg ár í fangelsi í dag fyrir svona? Þú veist, morð af yfirlögðu ráði. Og þetta var, af því hann var konungur, þá var þetta raunnið þannig séð, sko, löglegt, af því það sem að konungur sagði voru lög á þeim tíma. Jóab, hann hlýddi út í rauðum dauðan, hann var herfáninginn hans og hann var undirgefinn sínum konungi. Þjónarnir sem að náðu í Batsebu, þeir vissu þetta líka. Þeir voru líka ákveðin meðsikir, þeir vissu þetta og vissu og sáu þetta plan. En þá skulum við sjá hvað gerist í framhaldinu. Kafla 12. Eftir að Salómon, hann var dáinn þarna, Salómon konungur sem smyrði hann. Nei, Salómon fyrir ekki, Samúels, bámaður. Já, hann var dáinn og Natan var tekinn til þjónustu þarna og Natan kom til Davíðs. Guð sendi Natan til Davíðs því Guð opinberaði Natan synd Davíðs. Og hann sendi hann til Davíðs. Natan kom til hans, þetta í 12. kafla. Já, önnur Samúelsbók 12:1. Skulum lesa þar. Og Natan kom til Davíðs og sagði við hann, þetta er dæmisaga, 2 menn voru í sömu borg, annar var ríkur, hinn fátækur. Hinn ríki átti fjölda sauða og nauta, en hinn fátæki átti ekki nema 1 gimbralamb sem hann hafði keypt og alið. Það óx upp hjá honum og með börnum hans, það át af mat hans og drakk af bikar hans og svaf við brjóst hans og var eins og dóttir hans. Þá kom gestur til ríkamannsins og hann tímdi ekki að taka neinn af sauðum sínum eða nautum til þess að matreiða fyrir ferðamanninn sem til hans var komin, heldur tók gimbralamb fátækamannsins og matbjóð það fyrir mannin sem komin var til hans. Þá reiddist Davíð manninum í sögunni ákaflega og sagði við Natan, svo sannarlega sem Drottinn lifir, sá maður sem slíkt gjörir hefur aðhafst dauðasyggur og lambið skal hann borga 7-faldlega. Fyrst hann gjörði slíkt og hafði enga meðaumkun. Og þá segir Natan segir við Davíð, þú ert maðurinn.
Og ég spyr mig, sko, hvað, það þurfti sem sagt Natan, spámann, til þess að koma til Davíð, til þess að hann hjálpa honum til þess að horfast í augu við synd sína. Hann vissi að hann var syndugur. Hann vissi að hann var búinn að fara í þvílíkt plott eins og við vitið þarna plan A, B, C, þú veist, til að drepa hann og koma honum fyrir gattanef og að fattaðast ekki að hann var búinn að barna giftara konu, skilji. En það misheppnaðist allt. En hann hélt samt að hann myndi halda þessu leyndu og það myndi enginn komast upp með þetta. Eða enginn komast að því hvað hann var sekur, sko. Og Natan var sendur í miskun sinni, trúi ég, miskun Guðs, til Davíðs og konfrontan, eins og hún segir á slæmri íslensku, hjálpa hann til þess að horfast í augu við synd sína. Og sem sagt, og þá, þetta var ég að hugsa, sko, það er ekki, það að vita af synd sinni í lífi sinu, það er ekki það sama og að viðurkenna. Það sýnir okkur það. Það er ekki sama að viðurkenna og horfast í augu við hana og iðrast. Amen. Maður ekki segja, sko, vita það, já, ég er syndur, en þú veist, þeir eru kannski ekki að játa það fyrir einum manninum, þeir eru að fela það og eins og segir í sálmunum sem við varum að lesa áðan, sálmu 139. Þú veist, ég veit ekki á hvaða tímapunkti eða hvort Davíð skrifaði þann sálm, en þú veist, það var allavega einhver opinberun komin hérna. Hvert get ég farið frá anda þínum? Og hvert get ég flúið frá augliti þínu? Guð veit alla hluti. Eins og Guð vissi Adami aldingarinn, hann vissi hvað hann var, en hann vildi bara hann vildi bara tala við hann. Hann vildi bara, akkur ertu farin frá mér? Það segir að Guð labbaði með þeim í aldingarðinum og átti samfélag við þau. Það var svo náið samfélag. Og en síðan er annars sálmur sem að segir bókstaflega að hafi verið skrifað. Davíð skrifaði þennan sálm eftir að hann syngaði með Batsöbu og eftir að Natan, spámaður, kom. Og það er með þessi sálmur, sálmur 51, þar sem að Davíð iðrast. Og hann segir, Guð, vertu mér náðugur sakir elsku þinnar. Afmá brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvó mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Á ensku segir hann stað, I acknowledge my iniquity. Hvernig segir mér það á íslensku? Ég kannast við, eða ég viðurkenni, þú veist. Amen. Synd mína. Ég þekki þér sjálfur afbrot minn og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotshjólum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem er illt í augum þínum. Því ert þú réttlátur þú talar, hreinn þú dæmir, sjá sekur var ég var til, syndugur móðir mín fæddi mig. Og hlusti, 8. vers, sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra. Amen. Og í fylgsnum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp svo ég verði hreinn. Þvó mig svo ég verði hvítar en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin mín sem þú hefur syndum marið. Byrg auglið þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Og svo kemur skapa í mér hreint hjarta á Guð og veit mér á ný stuð og hann anda. Ég veit ekki, hann endur sig aftur og aftur í þessum sálmi. Þvó mig, hreinsa mig. Og svo kemur sjá þú hefur þóknun á hreinskilni þið innra og í fylgsnum hjartans kennir þú með visku. Svo segir hann aftur, hreinsa mig og hreinsa mig með ísóp. Ísóp eru ákveðin tegund jurtar og hún var notuð í Gamla testamentinu, löngu þarna áður í musterinu og af prestunum til þess að hreinsa líkþráa og sem var svona, þeir áttu að ríða blóðinu á deyrastafina, þeir leiddust út af Egyptalandi til þess að engill dauðans kæmi ekki og myndi deyða þá. Það var ísópur, já, ísópur var líka notaður í krossfestingu Jesú, þannig að
hann segir, vá, þú veist, hreinsa mig með ísóp svo ég verði hreinn og aftur þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll og þetta skapi mér hreint hjarta. Þetta var hróp Davíðs að því hann gerði sér loksins grein fyrir því hvað hann var syndur og hann ekki bara vissi það, heldur horfðist í augu við það. Hann horfðist í augu við það og hann iðraðist. Það er ekki nóg, elsku vinur, þú sem þetta hlusta líka hann úti. Það er ekki nóg að vita að við erum syndugur og segja, já, það er allir syndugur, hvort það er, já, og þetta kristna pakki fjöls í kirkjunni, það er jafn syndugt og ég. Þú veist, það getur vel verið að segja eitthvað til í því, en það þurfa allir, það hafa allir synda og skorti Guðs dýrð og við þurfum að viðurkenna synda okkar fram fyrir Guði og við þurfum að iðrast fram fyrir Guði og þetta, og við horfumst sjálfi augum okkar, horfumst í augu við okkar syndir og biðja Guð, drottinn Jesú að hreinsa. Hann talar mikið þetta, í Salmi 51, að þvo og hreinsa. Efesus 5:26, sem setja það vers upp. Förum núna aftur yfir í Nýja testamentið. Mér finnst svo gaman að skoða Nýja og Gamla testamentið í tengslum við hvort annað og það speglar og það sem að gerist í Gamla testamentinu, það er svona fyrirrennari það sem gerist í lífi Jesú, frelsisverkinu. Efesus 5:26 segir, eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Amen. Þess vegna eigum við að lesa Guðs orðið, orð Guðs hreinsar og Jesús Kristur er sjálfur orðið. Amen. Og hann hreinsar líf okkar. Og við þurfum að lesa orð Guðs og það er það sem hreinsar líf okkar. Í fyrri konungabók 9:4, setja það upp. Þetta konungabókin er eftir Samúels bók. Þarna er Davíð konungur dáinn og Samúel, hann er jú sonur Davíðs og Batsebu. En fyrsta barn, ég vil ekki aðtekla á því, fyrsta barn Davíðs og Batsebu, þegar sem var getið í synd þarna, það dó. Það dó og þetta var ákveðin refsti dómur bara yfir Davíð og þeim. Síðan eignuðustu annan son og hann hét Samúel. Og hann erfði konungsríkið frá pappa sínum. Ásakið, ég er svo þyrst, fá mér aðeins. Í konungabókinni 9. kafla þá skulum við lesa 9:4. Guð segir við Samúel, ef þú gengur fyrir augliti mitt eins og Davíð, faðir þinn gerði, af heilum huga og í einlægni. Og ef þú gerir allt sem ég hef boðið þér, heldur ákvæði mín og lög minn ég aldur og ævi styðja hásætti konungdóms þíns yfir Ísrael og eins og ég lofaði Davíð föður þínum. Þannig kemur aftur að mikilvægi þess að hafa þetta hreina hjarta, eins og Davíð hafði. Munurinn á Davíð sem konungi yfir Ísrael og Sál var það að Davíð hafði þetta iðrunarfulla hjarta. Hann, eins og ég var búin að koma inn á það, hann gerði þvílík mistök. Syngaði alveg upp á bak, sem hann segir. Og en þegar Guð pikkaði í hann og segi, hei, þú ert sigur, skilur, þá iðraðist hann. Og hann iðraðist og en það var ákveðna afleiðingar í fjölskyldinu hans sem að förum ekkert út í núna í dag, en þú veist, það var alveg ýmis mistök sem að börnin hans gerðu og annað og það var komin ákveðin svona dauði eða afleiðing syndar og það er þannig líka í lífinu núna að synd hefur afleiðingar, synd fylgir dauði og við viljum ofta ekki tárast auðvitað við það, en það hefur áhrif, afleiðing syndar þegar hún er fullþroskuð, segir ykkur starf, er dauði. Og við vorum að tala áðan, einmitt í
endanum á þessu versi Sálmu 51, þá segir: Skapi mér hreint hjarta á Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Halldór talaði við síðasta sunnudag, var að tala þennan stöðugan anda. Og hvernig, og þú veist, mér langar aðeins að fara inn í það, ég ekkert búin að fylgjast með tímanum, en hvernig öðlustu við þennan stöðugan anda? Og aðeins að fara í það í Nýja testamentinu. Í Jóhannes 15 þá segir Jesús sjálfur, hann að tala við lærisveinana rétt áður en að fer á krossinn. Hann að spjalla við og tala við og segja, þú veist, segja hann að hann að fara frá þeim sem þeir skildu ekki neitt. Hvort þetta að fara, þú veist. En hann segir: verið í mér, Jóhannes 15:4. Verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt sjálfur í sér nema hún sé á vínviðnum. Þetta oft búið að predika þetta. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Og vers 10, fyrir þangað niður: Ef þér eruð í mér, orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni, í kærleikanum, amen, í samfélaginu. Ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðug í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður mín, svo stöðugur í elsku hans. Halldór predikaði einu sinni þetta, boðorðin 10. Ég veit ekki, ég var aðeins að stúdera hvað braut Davíð mörg boðorð af þessum 10 boðorðunum eins og við þekkjum þegar hann syndgar með Batsebu. 3 eða 4, fyrsta boðorðin, hann elskaði ekki drottningu sinna af öllu hjarta og hann virti ekki hans boð. Hann girntist konu náunga síns, 1 boðorðið, hann dreigði hór með henni, hann myrti. Þetta eru 3 eða ekki 4 af 10 boðorðum, 30-40% af boðorðunum braut hann þarna á einu bretti. En Jesús segir síðan, æðsta boðorðið þetta, elska drottinn Guð þinn af öllu hjartaðinu, öllu sáliðinu, öllum hugaðinum og náungan eins og sjálfan sig. Og all hinn boðorðin eru inn í þessu boðorði. Við erum búin að heyra það predika og kennt það. Og amen. Og ef við erum stöðug í honum og stöðug og höldum þetta boðorð, að elska með sönnum kærleika, ekki eigingirni, ekki hroka, ekki eigingirni, heldur með sönnum kærleika. Og við skiljum þetta að við erum stöðug í elsku Guðs. Eina sem hann þráir samfélag við okkur, eins og í aldingarðinu metið. Hann segi: Davíð, hvar ertu? Þú ert farin frá þessu innilega samfélagi. Þú ert horfin mér, skilur. Og hann var runni dáinn ákveðinn hátt andlega séð út af því hann var ekki lengur undir þessu réttlæti sem að Guð vildi að hann væri. Hann var ekki lengur í þessu innilega samfélagi við Guð. Og 1. Jóhannesarbréf 4:15, mátt setja það upp, já. Hver sem að játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum Guð stöðugur og hann í Guði. 16. vers. Við þekkjum kærleikann sem að Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Amen. Orðskviðirnir 4, sem aðeins koma þangað, það þetta eitthvað sem Salomon, sonur Davíðs, skrifaði þegar hann var orðinn konungur eftir Davíð. Hann skrifaði þetta. Já, hann skrifar orðskviðni 4:23. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins.
Amen. Þar eru uppsprettir lífsins. Og í Markus 7:21 vitna aftur þá í það sem Jesús segir. Hann segir, því að innan frá úr hjarta mannsins koma hinar illu hugsanir, sörlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska. Allt þetta kemur innan frá og sörgar mannin. Þess vegna segi og var í yfirskrift predikunar varðveitt hjarta yðar okkar, varðveitum hjarta okkar framar öllu öðru og passum okkur hvað í hjarta okkar og ef það þetta, eitthvað af þessu ég veit ekki hvort þið kannist við eitthvað af þessu en við bara lesum þetta aftur sko frá hjarta mannsins koma hinar illu hugsanir, sörlifnaður, þjófnaður, manndráp kannski ekki það, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska. Ég getum bara lýst því íslensku þjóðfélagi í dag, sko. Fyrir ekki að, og sumum stjórnmálamönnum, já, við biðjum fyrir stjórnmálamönnum. Amen. Allt þetta kemur innanfrá og sörgar mannin. Amen. En erfðasyndin, hún hefur áhrif á okkur, það málið. Og við þurfum svo á Jesú að halda, hans frelsisverki, hans hreinsun, hans blóði, orðinu til að hreinsa líf okkar. Við getum endurfæðst fyrir blóð Jesú með því að segja, já, drottinn, þú dóst á krossinum, ég trúi, þú ert frelsarinn minn. En við þurfum líka að segja orðið til þess að fínpússa allt í líf okkar og losa okkur við þessa bresti, við viðlóðandi synd. Amen. Og Mattheus 5 segir Jesús líka, 5:8. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Þetta fer rosalega og bara öllu leyti eiginlega eftir. Guð lítur á hjarta eins og lásum á það. Guð sér hjarta og ekki reyna það. Að flýja frá Guði og þykjast eitthvað, já, þetta alltaf lagi, minna Guð, hann ekkert skipti mig engum máli, ég skipti hann engum máli, en Guð, hann sér allt og fallega í þessu, þó að Guð viti allt okkur og hann sér okkur, þá elskar hann okkur samt. Það svo mikil kærleikur. Hann elskar okkur samt og hann þráir bara þetta einlægni hjartans. eins og segir í Salmi 51 og Davíð, hann var loksins búinn að gera sig grein fyrir því þarna. Þú metur hreinskilni hið innra. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylgsnum hjartans kennir þú mér visku. Amen. Ég ætla að lesa 2 versi viðbót. Hebreabréf 4:12. Segir, því að orð Guðs lifandi og kröftugt, það dæmir hugsanir. Já, einmitt, sem sagt, seinni hluta versins, það hérna. Okay, orð Guðs lifandi og kröftugt máttur að hverju tvíeygðu sverði, það smýgur inn í innstu fylgsni, liðamóta og mergjar og þess fulldæmt að þess að það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Ég elska enska textan þessum tilfelli betur vegna þess að segir it pierces even to the division of soul and spirit. Amen. Þetta segir svo miklu meira. Það smýgur ekki bara inn, heldur skilur af anda og sál og við vitum það, við að lifa í andanum en ekki eftir holdinu. Við þurfum svo mikið á Guðs orð að halda til þess að aðskilja þetta og skilja hver Guðs vilji, hver andans vilji, svo við lifum ekki undir í holdinu, stjórnumst ekki af holdinu og af okkar syndum, af okkar slæmu hugsunum og allt þetta. Annað vers þessu líkt annað Tímóteusbréf 3:16. Sér hver ritning innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem að tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðsverks. Þannig að ekki,
Já, við skulum ekki ljúga sjálfum okkur, sem eitt af náttúrulega verkum holdsins og djöfullinn vill ekki að við lesum Guðs orð. Hann kemur til þess að stela og slátra eyða, segir í Jóhannes 10, en Jesús sagði ég komin til þess að gefa líf og líf í fullri gnægð, eins og Halldór predikaði líka svo snilldarlega daginn, þetta sósó, það allt í Guði. Guð vill gefa okkur allt með honum, hann gaf okkur sinn eigin son. Af hverju skildi hann ekki gefa okkur allt með honum, segir á einum stað. Hann gefur okkur allt með honum. Og þetta þrá Guðs. Við þurfum að lesa. Við þurfum bæði að biðja, leita Guðs, hrópa til hans í einlægni hjartans, iðrast synd okkar, viðurkenna, vera heiðarleg, hreinskilin, viðurkenna synd okkar, hrópa til Guðs og kalla eftir þessu innilega samfélagi við hann og lesa Guðs orð vegna þess að það hreinsandi. Amen. Ég vona að tala til einhverja og ég veit það, hef ég talað til einhverja, en ég vil bara, þeir sem inni og sem að hlusta, bara, ef þið þekkið ekki Jesú Krist sem okkar frelsara, gefið honum líf ykkar. Guð þekkir þig út í gegn, hann elskar þig. Þú getur ekki falið þig frá honum, við getum ekki falið okkur frá honum, við þurfum bara að vera heiðarleg, hreinskilin, hér ég, svona ég. Gerðu eitthvað með líf mitt og ég gef þér líf mitt. Það segir stundum, já, komdu til Jesú, fylgdu Jesú, Jesús vill koma og ganga með þér í lífi þínu, en ég segi, fylg þú honum, gakt þú með honum. Vertu lærisveinn hans og lærðu af honum. Og það hann sem hreinstar, það hann sem, og þegar við gefum honum allt okkar líf, allan sauruleikann, allt drastlið, alla synd okkar, og einhvern tímann heyrði ég góða líkingu, og þú þarft að fara í bað og þvo þér, þá ferð ekki fyrst í sturtu áður en þú ferð í bað. Við komum til Guðs eins og við erum og gefum honum hjarta okkar, gefum honum allt. Og þá segir hans orði, hann gefur okkur allt tilbaka. Hann gefur okkur allt á móti. Lækningu, frelsi, hamingju, gleði. Og svo segir í Galatabréfinu 5, ávextir andans gleði, kærleikur, friður, langlindi, gæska, góðvild, hógværð, sjálfstjórn, hvernig þetta? Trúmennsku, hógværð, bindindi eða sjálfstjórn. Hann vil gefa okkur allt, þetta allt ávextir andans, en skrefið fyrsta skrefið að meðtaka Jesús sem okkar frelsara. Amen.